Komið þið sæl. Þessi hljóðglæra fjallar gæðastjórnarkerfi og öryggismál þar sem ég tala út frá kröfum til eiganda mannvirkis, byggingarstjóra og iðnmeistara samkvæmt byggingarreglugerð og reglum öryggi við tímabundna mannvirkjagerð. Samkvæmt lögum mannvirki ábyrgð eiganda mannvirkis mikil. Það því áreiðandi að hann þekki leikreglur og ráði aðila með faglega þekkingu og hæfni til að sinna þeim mikilvægu atriðum sem hann gerður ábyrgur fyrir. Þessir aðilar eru hönnunarstjórar, byggingarstjórar og iðnmeistarar, en þessi hljóðglæra fjallar hlutverk, ábyrgð og skyldur byggingarstjóra og iðnmeistara gagnvart eiganda mannvirkis samkvæmt lögum mannvirki. Tilvitnanir á glærum sem hér fara á eftir eru sóttar í byggingarreglugerð og reglur aðbúnað hollustætti og öryggisráðstafanir á byggingarstöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Sýnishorn af samningum byggingarstjóra sem við skoðum í lokin eru sótt í gæðakerfi samtaka iðnaðarins. Það skýrt samkvæmt grein 4.7.1 í byggingarreglugerð að það skal vera einn byggingarstjóri á hverju leyfiskyldu mannvirki. Þar einnig að finna skilgreining á hlutverki byggingarstjóra gagnvart eiganda en þar segir að byggingarstjóri sé faglegur fulltrúi eiganda og starfi í hans umboði og að byggingarstjóri eigi að annast innra eftirlit með öllum verkþáttum frá því að byggingarleyfi gefið út þar til lokaúttektir fari fram. Af þessu má ráða að byggingarstjóri ekki eiginlegur stjórnandi heldur hann eftirlitsaðili í umboði eiganda. Ég vil vekja athygli á að í ISD 30 grein 4.1.3 einnig kveðið á fulltrúa eiganda. Við samanburð á hlutverkalýsingu þessara aðila má álykta að þessi tvö hlutverk séu eitt og hið sama. Það er að segja að hlutverk byggingarstjóra séu sama og það hlutverk sem er getið í ISD 30 þar sem viðkomandi nefndur umsjónarmaður verkkaupa. Það væri allavega þörf útskýringa ef verkkaupi ákveður að hafa þetta sitt hvorn aðilann enda væri þó konið tveir fulltrúar eiganda með svo til sama hlutverk og spurning hvor hefði meira vald þegar á reyndi. Í grein 4.8.1 að finna kröfur byggingarstjóri eigi að hafa gæðastjórnarkerfi. Samkvæmt upptalningunni í þessari grein má draga þá ályktun að krafan sé frekar svo að byggingarstjóri ráði við góðu verkbókhaldi eða skjala- og skrávistunarkerfi fremur en gæðakerfi. Þó gert þú krafa til byggingarstjóra að þeir eigi skjalfesta lýsingu á eigin réttundum og hæfni ásamt lýsingu á hvernig þeir hyggjast sinna innra eftirliti þar með talið lokaúttekt. Inn á vefsetri Mannvirkjastofnunar undir byggingarmál, gæðastjórnarkerfi vegna byggingamála að finna leiðbeiningar varðandi innihald og notkun gæðakerfis iðnmeistara, byggingarstjóra og hönnunarstjóra. Í grein 4.9.1 kveðið á að eigandi og byggingarstjóri skuli gera samning sín á milli og munum við síðar í þessari hljóðglæru fjalla hvernig slíkur samningur getur innihaldið. Það segir skýrt í grein 4.7.7 að það skuli gera skriflegan samning við iðnmeistara. Þarna ekki átt við hefðbundinn verksamning. Verksamningur sem slíkur gerður á milli eiganda og verktaka og fjallar krónur og aura, verktíma og fleira en þeir dúr. Samningur á milli byggingarstjóra og iðnmeistara fjallar stjórnunarleg samskipti meðan á tilteknu verki stendur. Við munum skoða dæmi slíkan samning síðar þegar við skoðum og tengjum saman samskipti þessara þriggja aðila, það er að segja eiganda, byggingarstjóra og iðnmeistara. Þess má geta að samkvæmt lögum mega nú vera fleiri en einn iðnmeistara á sama verki þar sem iðnmeistari þarf aðeins að skrifa upp á faglega ábyrgð á eigin verkþáttum. Iðnmeistarar skulu einnig hafa gæðakerfi samkvæmt lögum, en það eins og með kröfuna sem gerði til gæðakerfis byggingarstjóra þar sem má draga þá ályktun að þar sé fyrst og fremst krafa góða skjala- og skráarvistun að ræða. En að sjálfsögðu skjala- og skráarstýring og vistun gagna eina máttarstólpun góðrar stjórnunar. Eins og áður hefur komið fram að finna góða leiðbeiningar gæðakerfi þessara aðila inn á vefsetri Mannvirkjastofnunar. Eins og fram kom í upphafi ábyrgð eiganda mannvirkis mikil og meiri en flestir hafa gert sig grein fyrir. Í grein 2.7.1 segir eigandi ber ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirkis sé farið að kröfum laga mannvirki og þessar reglugerðar. Þetta mikil ábyrgð sem lögð á aðila sem á óbreyttu hefur enga burði til að standa undir einn og óstuddur. Honum ber jafnframt að hafa virkt innra eftirlit með þeim aðilum sem hann ræður til að hanna, byggja og reka mannvirkið.
Það líklegt að þetta sé ofið af venjulegu fólki sem ætlar að koma sér þaki yfir höfuðið en hafa aldrei komið nálægt né hugleitt hvernig að því staðið. Þar kemur að gagnsemi þess lögin bjóða, að eigandi ráði sé fagaðila með réttindi og hæfni til að sinna þessu hlutverki. Í 3. málsgrein þessara greinar segir: hönnunarstjóri annast innra eftirlit eiganda við hönnun mannvirkis og byggingarstjóri mannvirkis framkvæmir innra eftirlit eiganda frá því að byggingarleyfi er gefið út þar til lokaúttekt hefur farið fram. Hér skiptir miklu máli að eigandi vandi val sitt og ráði aðila í þessi hlutverk sem kunna vel til verka. Og ennþá eykst ábyrgð eiganda mannvirkis. Samkvæmt grein 5.4.1 þarf eigandi mannvirkis að þekkja reglugerð viðskipti með byggingarvörur og ber ábyrgð á að einungis sé valin efni sem uppfylla kröfur reglugerðarinnar. Ekki síður áreiðandi nú en áður að sem hönnunar og byggingarstjórar veljist aðilar með mikla faglega hæfni. Þekking á CE-merkingum, umsögnum, tæknilýsingum og álíka atriðum er forsenda þess að geta staðið undir ábyrgð. Hönnunar og byggingarstjóri þurfa út frá tæknilýsingum og vottorðum að geta metið hvort eiginleika vörur séu samkvæmt kröfum í hönnunargögnum. Þess má geta að á vefsetri Samtaka iðnaðarins undir gæðastjórnun og rekstur er að finna mikinn fróðleik CE-merkingar og þar á meðal er stutt hljóðglæra þar sem fjallað efnið með líkum hætti og hér er gert. En það er ekki aðeins í lögum mannvirki og í byggingarreglugerð sem ábyrgðar eiganda mannvirkis er getið. Samkvæmt reglum aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarstöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð er eigandi einnig gerður ábyrgur fyrir hlutum sem hann hefur í flestum tilfellum litla þekkingu á og getur tæplega sinnt hjálparlaust. Í þessum reglum er eigandi mannvirkis nefndur verkkaupi. Samkvæmt reglum ber verkkaupa við tilteknar aðstæður að skipa samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðismála. Honum ber að sjá að gerð sé öryggis- og heilbrigðisáætlun og honum ber að senda tilkynningu til vinnueftirlitsins þegar það á við. Eins og í mannvirkjalögum þá getur verkkaupi falið öðrum annars þessi atriði fyrir sína hönd þó hann sitji eftir sem áður uppi með ábyrgðina á að fylgja því eftir að rétt sé að málum staðið. Það er ekki óeðlilegt að byggingarstjóri með sínu innra eftirliti bæti þessu eftirlitsatriði inn á sína eftirlitsáætlun og tryggi framgang mála þannig að eigandi mannvirkisins geti sofið rólega. Þess ber þó að geta sérstaklega að þetta hlutverk verkkaupa breytir því ekki að sérhver atvinnurekandi á byggingarstað, hverju nafni sem hann nefnist, ber eftir sem áður ábyrgð á öryggismálum sinna starfsmanna og því sem þeim og hans fyrirtæki tilheyrir. En nú skulum við fara og skoða betur samskipti og samninga sem byggingarstjóri þarf að gera við eiganda mannvirkis og iðnmeistara samkvæmt lögum mannvirki. Og hér sjáum við teikningu samningsferli sem er ættuð úr gæðakerfi Samtaka iðnaðarins. Hér sjáum við verkkaupan, hér sjáum við byggingarstjóran og hér sjáum við aðalverktakann og síðan iðnmeistararnir hér. Verkkaupin, hann gerir að sjálfsögðu verksamning við aðalverktakann eða beint við iðnmeistarana ef hann er ekki með aðalverktaka. Og ef það er aðalverktaki þá gerir aðalverktakinn einnig verksamning við sína iðnmeistara. Og síðan er það verkkaupin, hann gerir þá samning við byggingarstjóran hvað hann á að inna af hendi og hvað hann þarf að fá greitt fyrir og síðan ber þá byggingarstjóranum skylda til að gera samning við iðnmeistarann og það er ekki óvægt að gera það einnig við aðalverktakann og þetta er ekki verksamningar, þetta eru stjórnunar og samskiptasamningar. Og við skulum byrja á því að kíkja á samningin hér fyrir á milli verkkaupa og byggingarstjóra og með því að smella hér. Og hér erum við komið með þennan samning, það er hér í fyrsta lagi, það er bara hverju aðild að þessum samning og síðan eru hér taldar upp þá skyldur byggingarstjóra eða það sem hann ætlar að taka þessi fyrir eigandan og hér er það meðal annars að hann ætlar að hafa faglegt eftirlit með verkinu samkvæmt skyldum byggingarstjóra sem framkoma í kafla 4.7 byggingarstjórar í byggingarreglugerð og hann ætlar að bera full ábyrgð á skyldum verkkaupa samkvæmt grein 5.1.4 byggingarreglugerð.
Hann ætlar að gera stjórnunar- og samskiptasamninga við meistara og verktaka. Hann ætlar að tryggja samræmingu verkþátta, öryggismála og gæðastýringaráætlunar. Hann ætlar að rýna, meta og staðfesta verkáætlanir, aukaverkbreytingar og frábrigði. Hann ætlar að stýra rýnis- og verkfundum og skrá niðurstöður. Hann ætlar að útbúa að mat á gæðatryggingu verktaka í samræmi við lýsingu í 3. grein og sjá til þess að hún sé notuð til samskipta í verkinu. Hann ætlar að vinna í samræmi við góðar hefðir, gildandi lög og reglugerðir á hverjum tíma og skila heilsteyptri mannvirkjaskýrslu verkkaupa í verklok. Þetta er að sjálfsögðu ekki endalega tæmandi upptalning og þarna hægt bara annaðhvort að fjarlægja eða bæta við eftir því hvað viðkomandi á að gera. Nú síðan hér bara lýsing á gæðakerfi sem svona miðast við stærri verk og opinberum verkkaupum, en við skulum bara renna rólega yfir það. En síðan þá hér að fyrir verki greiðir verkkaupi byggingarstjóra einhverjar x krónur sem þeir verða ásáttur og síðan hér bara eldbundið samningsform hér að lokum. En við skulum snúa tilbaka. Við erum komin hér aftur í þessa sömu mynd og þá skulum við skoða þennan samning sem byggingarstjóri á að gera við iðnmeistara og mjög eðlilegt að hann geri þá líka við aðalverktakann þó að hann sé starfi ekki sem iðnmeistari. En við smellum hér á stjórnunar- og samskiptasamning. Þá opnast þetta hér og það eins og áður. Hér eru hverjir aðild að samningnum. Síðan það hér að iðnmeistari tekur á sig fæla á stjórnun og ábyrgð og þá hvort hann múrarameistari, pípuleggingameistari, rafvirkjameistari eða hvað það er. Hér tiltekið mannvirki og tiltekin verkþáttur sem hann að taka ábyrgð á. Síðan það að verktaki skuldbindur sig til að vinna samkvæmt gæðatryggingu eða gæðastýringaráætlun byggingarstjóra eða leggja fram sína eigin til samþykktar. Þannig að þarna boðið upp á val hvort að menn vilja vinna eftir sínu eigin gæðakerfi eða falla undir gæðakerfi byggingarstjóra og þá bara merkt hér í annarkvort reytin. En hvort heldur sem skal iðnmeistari að minnsta kosti sýna fram á eigin hæfni til verksins þeirra sem fyrir hann vinna, auk þess skal hann, og þá hér upptalning á því sem á þeirra samskiptum, það að segja á hann að halda dagbók og draga vikulega saman árangur í vikuskýrslu afhenda byggingarstjóra, á hann að setja verkfundi, á hann að vera viðstaddur úttektur á eigin gæðasviði, á hann að vera viðstaddur lokaúttekt, á hann að koma að gerð og tryggja eftir fylgni öryggis- og heilbrigðisáætlunar, á hann ekki vinna aukaverk né framkvæma breytingar án skriflegs samþykkis byggingarstjóra, á hann að setja rýnisfund upp á verkþátta og tryggja uppfærslu og eftirfylgni gæðastýringaráætlunar, á hann að staðfesta samþykkis sitt á verkáætlun eða undirskrift, á hann að skila mannvirkjaskýrslu megin fagþátt að verki loknu, á hann að vista skjöl og skrár varða verkið í skjalakerfi samþykkta byggingarstjóra, á hann að rýna gögn samkvæmt samþykkti verklagsreglu, á hann að bregðast við frábrigðum samkvæmt samþykktir verklagsreglu, á hann að skila inn vottunum og tæknilýsingu til samþykkta fyrir verkkaup á ráðum og íhlutum. Þannig að hér eins og fyrr, hér ekkert endilega tæmandi upptalning eða það má stroka þarna eitthvað út en það sem á við geta menn þá merkt hér við með sama hætti. Og síðan hér vitnað í tiltekinn samning, það vitnað í tiltekna gæðatryggingu og þá ef að byggingarstjóri vill fá samþykkja skjalavistunarkerfi viðkomandi. En hér ekkert krónur og aura því að þetta samskiptasamningur en ekki verksamningur. Nú en ég vona að þessi pistill verði einhverjum til gagns við að átta sig á nýjum áherslum varðandi ábyrgð og hlutverkaskipti þeirra sem koma að stjórnum og eftirliti við mannvirkjagerð. Þakk fyrir.